Núna þegar við setjumst á þennan formannafund milli þinga hjá okkur, það eru margt mjög óvenjulegar aðstæður í okkar samfélagi. Ég sagði það í morgun í útvarpinu að það er svolítið eins og allir haldi nýri sér andanum þessar stundir að bíða eftir einhverju sem að þó erfitt að átta að sjá hvað ætti að vera. Það er alveg augljóst að í landinu ríkir pólitísk kreppa. Hún leitt til þess að við fáum enn og aftur að kjósa til Alþingis hér í lok vikunnar. Og þrátt fyrir það að við búum mjög mikinn hagvöxt og uppbyggingu víðast hvar, þá er líka ykkur ský farin að myndast yfir sérstaklega útflutningsstarfseminni og er farið að þjarma þegar að svona litlum og meðalstórum fyrirtækjum víða land. Og vinnumarkaðurinn er í einhverri algjöru biðstöðu vegna þessara kosninga og líka vegna þess að það er undirliggjandi mikil óánægja með það hvernig hlutum er fyrir komin. Eins og ég sagði áðan, það er engin vafi á því að hér er mikill pólitískur óstöðugleiki og hann hefur haft og er að hafa mikil áhrif og neikvæð áhrif á vinnumarkaðinn. Þetta hefur leitt til meiri átaka á undanförnum árum og þetta er líka hamlað því að við getum þróað vinnumarkaðinn, samningamódelið, vinnuaðferðir okkar til ykkar að betri vega, til að geta betur mætt þeim áskorunum sem við og félagsmenn okkar standa frammi fyrir. Þetta á sér líka alls konar birtingarmyndir þessi deila. Við höfum deilt við, minnsta kosti 2 síðustu ríkisstjórnir og reyndar held ég að sú deila hafi staðið nokkuð lengi inntak hugtaksins stöðugleika. Ég held að hafi verið fyrst 2003 sem Alþýðusambandið setti fram þessa kröfu það að það yrði að vera meiri jafnvægi á milli hins efnahagslega stöðugleika sem að við okkur dreymir og vittum gjarnan til þjóðarsáttasamninganna því til staðfestingar, en líka á hinu félagslega sviði, í velferðarsviðinu, og þá settum við fram með tillögu það að þetta yrði í einhvers konar þjóðhagsráði með þátttöku Seðlabanka og þetta ætti að vera eitt af viðfangsefnunum, það er að halda jafnvægi milli þessara tveggja. Við höfum haldið fram að þetta séu einfaldlega bara 2 hliðar á saman pening. Og það verður að hlúa jafnt að þeim vegna þess að ef maður flippar pening og þyngir aðra hliðina, þá er ekkert annað að vanta en að þyngri hliðin komi niður. Og þannig er svolítið hlutskiptin í þessu í samhengi milli efnahagsmála og velferðarmála eða félagsmála. Og við höfum gengið mjög langt í þessu. Við höfum sett þetta sem algjöran fyrirvara og skilyrði fyrir því að setja stað ykkur samtali breytingar á þessu vinnumarkaðsmódeli, að það verði þá gert í rauninni og raunverulega á grundvelli þeirra norrænu fyrirmynda sem við höfum notað. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt og við reynda þá í aðdraganda þessara kosninga að koma þessu framfæri að stjórnmálamenn verða bara einfaldlega að gera sér grein fyrir því að þeir eru miklu alvöru sem býr að baki þessara kröfu okkar. Þeir eru bara verða að koma þessu velferðarmálum að minnsta kosti í þann farveg í einhverri markvissri uppbyggingu sem að færir okkur þá í raun nær því að vera á grundvelli þessar norrænu samfélagsgerðar sem okkur dreymir Ég held að þetta hafi mjög mikil áhrif á afstöðu okkar félagsmanna. Við ákváðum þess vegna í miðstjórninni að setja í gang þessa kynningarherferð frá því fyrra, nú gerum ár síðan að við kusum síðast. Og þið tóku eftir því að við einfaldlega notuðum sömu auglýsingarnar og sögðum bara við erum sömu skoðunar, þar sem við höfum kallað bara samfélagssáttmála félagslegan stöðugleika. Þar erum við að leggja áherslu á öflugt heilbrigðiskerfi, öruggt húsnæði á viðráðanlegum kjörum, að allir búi við afkomu og öryggi afkomu sinni og aðstæðum, að vinnumarkaðurinn verði byggður upp á ábyrgum stoðum og traustri velferð og að tekjuöflun hins opinbera sé réttlát. Ég held að okkur hafi tekist ágætlega að skapa umræðu þessi áhersluatriði hvað varðar velferðarkerfið og þá þætti. En því miður verður það sama ekki sagt sjálfan vinnumarkaðinn.
Það hefur nefnilega engin flokkur, af því ég best veit, tekið upp áherslur okkar varðandi ábyrga vinnumarkað. Við heyrum ekki í umræðunni með hvaða hætti stjórnmálaflokkar ætla að hafa afstöðu gagnvart kerfisábyrgð og innleiðingu hennar. Varðandi aðgerðir til að sporna gegn félagslegum undirboðum og kennitöluflakki. Við erum í deilu og við erum að aðstoða flugfreyjufélagið varðandi prímæra það að tryggja það að það séu réttmætt kjör borði í flugvélum. Við erum mjög víða að þessu. Við erum með verkefni okkar eitt rétt og ekkert svindl. Það sem við erum að fara út og leita að þessu fólki og við höfum þessa sterku tilfinningu að það séu þúsundir manns á vinnumarkaði sem ekki fái að komast í samband við okkur. Og það er verið að undirboða ekki bara lægstu kjör, heldur að kerfisbundið verið að þvinga fagmenntaða menn til að vera á ykkur öðru kaupi til þess að gera ódýrara byggja. Þannig við erum að sjá þetta út allt og það er vonbrigði fyrir okkur og ágefni að það takist ekki að koma þessu á dagskrá stjórnmálanna hér í aðdraganda kosninga. Ég hef bara einfaldlega sagt, það er sko mikil eftirspurn eftir afstöðu til þessara mála meðal kjósenda. Það fer nefnilega miklu meira fyrir loforðum að lækka tryggingagjald. Það eru allir flokkar að lofa að lækka tryggingagjalds, en það er ekki mikið rætt nauðsyn þess að hækka atvinnuleysisbætur, sem eru sögulegu lágmarki í þessari velferð eða ríkidæmi. Til jafns við kaupgjald. Það er ekki verið að hækka hámarksgreiðslur í atvinnu hér í fæðingarorlofi til jafns við ykkur meðalun. Það eru sko langt undir meðaltekjum sem er í kringu 700.000 en þakið er í kringu 580 þekki. Þessi atriði eru því miður ekki mikið á dagskrá. Og mér finnst þetta áhersluleysi á þessum brýnum álefnum sem að okkar félagsmenn og launafólk býr almennt við áhyggjuefni og við verðum að bregðast við þessu. Ég held að við bæði þurfum að auka kynningu okkar gagnvart þá Alþingi og vonandi það vantilega nýskipað Alþingi að gera þeim betur grein fyrir þessum aðstæðum. Og fara til þeirra og hitta það og ræða þessi mál. En ég held að það sé líka alveg ljóst að við verðum sér hreyfing að veltaði fyrir okkur með hvaða hætti við getum tekið þetta upp. Vegna þess að ef við tökum þetta ekki upp þá í tengslum við kjarasamninga, þá er alveg beðsynlegt að það verður ekki gert. Þannig að við þurfum að bæði að standa okkur betur í kynningum, en jafnframt líka þá undirbúa okkur hvernig getum við komið þessum málum á dagskrá sem hreyfing þegar við höfum tækifæri til. En við höfum líka gagnrýnt og verið í deilu við stjórnvöld fyrir að grípa ekki inn í þá atburðarás sem fór í gang með kjararáði. Kjararáð sem hefur verið að deila út launahækkunum til æðstu ráðamanna og æðstu embættismanna sem er í engu samhengi við það sem er að gerast í þessu landi hérna. Og reynda bara almennt ekki í neinu samhengi. Því að þetta eru hækkanir svo munar. Þegar við vorum að skoða þetta með við þá nóvember 2013, sem er þessi viðmiðun sem við erum að nota í núverandi launastefnu, þá erum við stödd ykkur stær í 25-26% frá þenn tíma og þingmenninu í 69%. Og þetta er bara gali. Og þegar ég er að hitta kollega mína hér í nágrannalöndunum og var að fara yfir þetta, ég er að hitta greiningadeildir og fara yfir stöðuna og menn bara eiginlega dæsa, hvernig getur svona gerst? Hvernig getur svona gerst að opinber nefnd komist að svona niðurstöðu? Menn eru yfir að glíma við þetta í einhverjum ólaunakerfum og einkamarkaði. Nei, þetta er sem nefnd í skjóli Alþingis og ríkisstjórnar. Og þetta er athyglisvert og ég bara tek hattinn ofan fyrir honum Jóni Þór Pírata sem telur bara einfaldlega að fara í mál við kjararáð vegna þess að þetta brýtur alveg í bága við það sem er skrifað inn í lögin hlutverk kjararáðs. Þeir mega ekki vera leiðandi hvorki launasetningu né launaþróun og þeir eru hvoru tveggja. Að skrifstofustjóri eða ráðuneytisstjóri sé á kaupi sem er miklu hærra heldur en meðallaun æðstu stjórnandi í atvinnulífinu. Ég ger mig alveg grein fyrir því að það eru síðan einhverju 10-20 sem eru á okkur súper ofurlaunum og þeir bera mikla ábyrgð en það breytir því ekki.
Það breytir því ekki að kjararáð hefur þarna farið fram úr öllu því sem við þekkjum til. En það líka áhyggjuefni sú samstaða og sú vörn sem að pólitíkin hefur veitt þessu máli. Það ekki verið að bregðast við þessu og ég held að sé vegna þess að kjararáð hafi einfaldlega haft samráð við forystuflokkana áður en þau fóru í gang með þetta ferli í júlí 2016. Og þess vegna ekki verið að bregðast við þessu, einfaldlega vegna þess, menn vissu af þessu og menn samþykktu þetta og menn vildu þetta. Og það það sem við stöndum frammi fyrir. En ofan í þessu umræðu, þá höfum við henni verið að funda með bæði nefnd stjórnvalda endurskoðun peningastefnunnar. Og nokkur erlendu sérfræðingum sem hingað hafa verið að koma og verið fengnir til þess að skrifa eitthvað álit heppilegt form peningastefnunnar hér á landi. Það svolítið athyglisvert að í þeim samtölum hefur komið fram að einhvers konar form fastgengistefnu í þessu örhagkerfi væri væntanlega heppilegri form heldur en það fljótandi gengi með verðbólgumarkmiði sem við búum við í dag. Athyglisvert vegna þess að þetta hefur verið svona grundvallarsýn Alþýðusambandsins býsna lengi. Þjóðarsáttin var reist á grundvelli fastgengistefnu. En ég ætla líka bara að segja það beint og hérna við ykkur að það ekkert hægt að reka fastgengistefnu án þess að við tökum afstöðu til þess og við náum hér víðtæku samkomulagi milli vinnumarkaðarins, stjórnmálanna og Seðlabankans bæði markmið og verkaskiptingu milli þessara aðila. Því það verður að tryggja forsendur slíkar fastgengistefnu. Og það engin vafi á því að ábati launafólks mjög mikill af slíku og almennings. Einfaldlega vegna þess að með þessu gætum við betur tryggt mun lægri verðbólgu og þar af leiðandi mun lægra vaxtastig í þessu landi. Það sem venjulegt fólk þarf að ráðstafa 50 tekna sína bara til að borga mismuninn á milli vaxta hér og í Evrópu. Og þetta þetta alveg gríðarleg stærð. 15 ráðstöfunartekna fer í það að fjármagna þennan mismun. Ég hef sagt að núna undanfarið á þingum bæði Starfsgreinasambandsins og verslunarmanna og ég hef líka sagt að í opinberri umfjöllun að ég telji það, og það mitt álit, að það væri hægt að ná víðtæku samkomulagi á milli vinnumarkaðarins og stjórnmálanna eitthvað trúverðugt samhengi á milli efnahagslegs og félagslegs stöðugleika í uppbyggingu heilbrigðis og mennta og velferðarkerfisins á næstu árum, að þetta sé farsæl leið og líklegri en aðrar sem hafa verið nefndar til að koma á meiri festu og meiri trúverðugleika á vettvang bæði stjórnmálanna en líka vinnumarkaðarins, ef vel á málum haldið. Því að slík sátt efnahagslegan og félagslegan stöðugleika gæti nefnilega lagt grunn að því að endurskoða bæði samningalíkanið, sem við höfum gert kröfu til þess að verði reist á norrænum gildum ekki satt, en líka verið það haldreipi sem þarf, svo fótfesta, að reka hér trúverðuga fastgengistefnu og þar af leiðandi verulega lækka vaxta. Það mikil tækifæri því að þetta væri hægt. Ef stjórnmálin hefðu einhvern áhuga á að þroska slíkt samkomulag, þá alveg ljóst að þau verða að byrja á því að axla ábyrgð á kjararáði. En jafnframt alveg ljóst að okkar félagsmenn, launafólk almennt í landinu, það verður að treysta því og geta treyst því að það verði staðið við það sem að samið. Og ég hef vitnað til þess að í nýlegri skýrslu hagdeildarinnar þróun skatta og bóta kom fram að þrátt fyrir að þið, forystumenn Alþýðusambandsins, að ykkur hafi tekist að hækka lægstu laun svo munar, betur heldur en nokkur öðru landi í Evrópu, þá hefur það ekki leitt til betri afkomu okkar félagsmanna, einfaldlega vegna þess að stjórnvöld hafa á móti með skerðingu skattleysismarka eða skerðingu þessara bóta, fjölskyldubóta, barnabóta og vaxtabóta, tekið nánast það sama og jafnvel meira til í gegnum lækkandi þátttöku ríkisins. Þannig að þrátt fyrir þennan árangur, þá standa okkar félagsmenn frammi fyrir sama vandanum.
Og það afkomavandi þeirra sem að búa við lægstu kjör í þessu landi. Og þetta gengur ekki sem grundvallað einhverju umræðu breytt skipan mála. En ágætu félagar, við þessar aðstæður sem við erum að horfa í, þá ljóst að kjarasamningar aðildarfélaga okkar munu losna næsta ári. Annaðhvort í ársbyrjun vegna forsendubrests gagnvart gildandi kjarasamningi, eða þá í árslok einfaldlega vegna þess að þeir renna sér skeið á endan. Það munar ekki nema 6 mánuðum á milli mars og nóvember, sjáið. Þannig að það skiptir ekkert meginmáli hvort undir, það verður samið á næsta ári. Auðvitað alveg ótímabært í dag að fara að tjá okkur eitthvað það hvað muni gerast í febrúar varðandi endurskoðun samninga. Það allt í uppnámi, það búið að fresta viðræðum hjá hluta opinberra starfsmanna og aðrir eru eitthvað að svona hreyfa sig. En það skiptir ekkert meginmáli því að það verður sem fari í viðræður. En þær viðræður, þær munu fara fram á óbreyttum forsendum því að við höfum ekki breytt neinu. Það ekkert samkomulag endurskoðun endurnýjun samningamódelsins. Það ríkir ekki samstaða um það hvað eigi að liggja til grundvallar skilgreiningum á svigrúmi til hennar breytinga. Og staðreyndin að ríkið og hefur verið leiðandi í bæði launasetningu og launaþróun undanfarið. Og það þessar aðstæður sem að aðildarfélög okkar og almennum markaði þurfa að freista þess að halda í horfunu eða sækja á leiðréttingu sinna félaga á sama tíma á margar greinar atvinnulífsins standa að minnsta kosti á veikari stoðum en síðast við sömdum. Þessu tengdu líka ljóst að það þetta bara mikil óvissa bæði forsendur og vilja til samstarfs innan okkar raða, hvað þá önnur samtök. Ég vil segja það hér eins og ég ger alltaf, það engin vafi í mínum huga að hreyfingin sterkari sameinuð heldur en sundruð. En ég ætla líka að deila því með ykkur hérna að það mín niðurstaða eftir að hugsa þetta mjög mikið að ég sé óbreyttu enga forsendu fyrir einhverri breiðfylkingu í komandi kjarasamningu. Það verið við atvinnurekendur. Ég veit að geta ekkert útilokað það og ætla ekki að gera það og ég tel reyndar mjög mikilvægt að forysta sambandana og stærstu félaga setjist niður á næstu vikum og mánuðum og fari yfir þetta mál. Ég bara segja ykkur hérna og deila með ykkur svona minni sín. Ég veit að bara sé ekki eins og hlutir hafa skipast á hinu pólitíska vettvangi og í samskiptum hér á hvaða grundvelli við ættum að reisa slíkt samkomulag nema þá verði ykkur veruleg breyting á viðhorfi á því sviði. Það þarf alltaf að vera í svona breiðfylkingu eitthvað sem límir hlutina saman og ég bara var að viðurkenna það. Mér finnst ekki aðstæðan að vera með þeim hætti að ég sé ekki alveg hvað þetta vera. Það breytir því ekki að það eru auðvitað aðrir viðfangsefni sem við erum að glíma við. Og ef að það niðurstaðan að menn færu svolítið að láta reyna á þetta hver fyrir sig í tímum leiðréttinga, já það svolítið þá hver hópur metur sína stöðu. Þið sjáu bara hvað gerðist hjá BHM eftir að hafa farið saman 2015, þá verður hver fyrir sig núna. Það svolítið tími leiðréttingana. En við þurfum þá líka að ræða það með hvaða hætti við viljum þá nálgast samskipti við stjórnvöld. Ætlum við að hafa kröfur og sameiginlegar kröfur á stjórnvöld? Viðfangsefni vinnumarkaðarins, eins og ég sagði áðan, ekki á dagskrá þar. Það þá okkar hlutverk að koma því á dagskrá. En þá verðum við svo sannlega líka að ræða það hvernig við ætlum að fylgja þeim kröfum eftir. Við ætlum líka hér á þessu fundi að ræða tillögur skipulags- og starfsráðanefndar félagsaðild og skoðun. Þetta byggir á þeirri vinnu sem búin að vera í gangi hjá okkur, meðal annars á þingi sem við héldum í vor. Ég tel að þessi umræða sé alveg gríðarlega mikilvæg. Og ég ætla ekki að leyna því að ég hef lengi haft verulegar áhyggjur á stöðu þessara mála innan okkar raða. Því að mér finnst við bara einfaldlega verðum að taka þessi skipulagsmál okkar fastari tökum, að við ætlum ekki bara að verja þessum höfum, heldur líka þá að sækja fram það að gera endurbætur á þessu fyrirkomulagi til að geta betur sóttu verkefni sem við erum að glíma við.
Og ástæðan fyrir þessu bara þessum áhyggjum mínum einföld. Og ég hef leyft mér að nota það til útskýringar þann árangur sem bæði kvennalandsliðið og karlalandsliðið fótbolta hefur náð. Þið hafið sömund heyrt þetta, ég ætla samt að leyfa mér að endurtaka það. Því það almennt viðurkennt í sportinu að stóra hluta þessum árangri þeirra í undankeppninni fyrir HM megi nefnilega rekja til annars vegar góðs skipulags á vellinum, milli þeirra eininga sem það starfa í vörninni og miðjunni og sókninni. Í þaulskipulagðri verkaskiptingu þar sem að hver leikmaður og eining veit til hvers sé að honum ætlast. Og hins vegar hafa menn líka bent á bæði viðhorf, á samstöðu og þeirra sameiginlegu sýnar sem að einkennir bæði einstaka leikmenn og liðið sem heild. Og vegna þeirra miklu leikgleði sem skín út úr því sem þau eru að gera. Því að þetta á að vera okkur lærdómur það hvernig við þá sem lið getum nálgast þessi mál. Og við verðum að setja umræðinu skipulagsmál þá í samhengi við það hlutverk og markmið sem við höfum. Og það hefur nefnilega ekki breyst frá upphafi. Og það að þróa betra samfélag sem að vissulega hefur breyst frá því í byrjun síðustu aldar. Og aðstæður okkar félagsmanna eru þetta síbreytilegar og það eru nýjar áskoranir birtast í sífellu vegna þess. En getu okkar til að mæta þessum áskorunum og ná árangri hins vegar nátengt því skipulagi og þeirri verkaskiptingu sem við veljum okkur á hverjum tíma. Það alltaf að breytast aðstæður okkar félagsmanna. Bæði á það við innihald starfsins, þau jafnvel bara hverfa og nýkomin staðinn, en líka hvað varðar tengsl hins einstaka launamanns við sitt fyrirtæki og sinn vinnustað, sem líka breytast. Og við erum að sjá þennan vaxandi hlut, skammtímaráðninga, verktakavinnu, lausamennsku, starfsmannaleigur, útsenda starfsmenn, við þekkjum öll þessu hugtök. Þetta að vaxa sem aldrei fyrr og hér við að reisa mestu mannvirki á höfuðborgarsvæðinu minnstakosti í landinu og það engin fastur starfsmaður vinnandi á þessu vinnustað. Það eru allir einhvern veginn aðkeyptir eða lánaðir eða leigðir. Við þessar aðstæður þá getum við ekkert leyft okkur að festast í skipulagi gærdagsins til þess að nota það til að leysa vandamál morgundagsins. Við einfaldlega bara verðum að geta og þora að horfast í augu við afleiðingar þessara þróunar, gagnvart því verkefni sem okkur treyst fyrir. Og þess vegna verðum við að finna leið til þess að láta skipulagið og leikgleðina vinna með okkur. Því að þó að mikið hafi gerst í sameiningu félaga, við erum orðin 49, voru 230 því ég byrjaði að starfa við hreyfinguna, þá hefur ekki breyst í skipulagsmálum. Þetta alltaf á sama ásnum, þannig að við höfum ekki breyst skipulagi, við höfum bara fækkað einingum. Ég held að það sé þetta mikilvægt, ég ekki að gagnrýna það. Ég held að við munum halda áfram að gera þetta. En ég held að við verðum líka svolítið að vinna með þessa tregðu okkar til að prófa okkar nýtt. Við vitum hvað við höfum, segjum við alltaf. Svona orðatak í okkar hreyfingu. Það skiptir ekki máli hvort það í umræðum nýtt samningamódel eða tilraunir til að sameina ólíka krafta innan einstakar atvinnugreina. Og við höfum svona verið að segja, ok, getum við ekki prófað eitthvað nýtt, getum við ekki prófað að gera samninga á kartelgrunni. Danir bjuggu við ámáta skipulag og við og hafa svolítið verið að finna lausnir á því í gegnum samstarf, í gegnum kartel, þannig að menn séu þá minnstakosti að vinna með sama kjarasamning. Ég ætla ekki að vera endilega gáfastur þetta. Ég er bara að segja þetta, að ég held að það sé mjög mikilvægt að við reynum að lesa þessar aðstæður okkar félagsmanna og reyna að endurspegla það inn í þessu umræðu sem þarf að vera það með hvaða hætti við sjáum þetta skipulag. En ágætu félagar, áður en ég líka þessu, þá tókum við svolítið samtal inn á skrifstofu Alþýðusambandsins í byrjun vikunar
Því að undanfarnar vikum þá höfum við fylgst með mjög mikilli samstöðuvakningu kvenna á svokölluðum félagsmiðlum allan heim undir þessari yfirskrift MeToo. Þar sem að konur vekja athygli á þeirri kynferðislegri áreitni og misnotkun sem það verða fyrir á vinnumarkaði og í samfélaginu. Og það ekki hægt að gera neitt annað en bara dásta þessu framtaki og þeirri einurð og rauninni mikla kjarki sem að baki svona átaki liggur. Samhliða því sem maður auðvitað lýsir bara fullum stöðningi við markmið þess átaks, að konur og karlar geti fengið að sinna sínum störfum án þess að verða fyrir misnotkun af þessu tagi. Eða bara hvaða tagi sem sjáu þið. Það einlæg von mín og ósk að allir þeir sem verða beittir einhverju misrétti á vinnumarkaði þá, eða hvað sem eigi sér bæði skjól og stuðning hjá stéttarfélögunum. Því þetta málefni sem við eigum að láta okkur varða og við eigum að skipa okkur í bakvarðarsveit þessa átaks, því þetta mikilvægt. Þetta á ekki að vera svona og við eigum að vinna því að svo verði ekki. Á lokum vil ég bara óska okkur velfarnaðar í störfum hérna í dag og vona að hann verði okkur ábatasamur og segi fundinn settan. Takk fyrir.